Phileas Fogg og þjónn hans Passepartout voru á leið með lest til Kalkútta. Þeir ætluðu sér að komast umhverfis jörðina á 80 dögum. Skyndilega heyrðist hvellt blístur og lestin nam staðar. Passepartout leit út klefagluggann. En hér engin stöð, sagði hann. Við skulum athuga hvað að vera, sagði herra Fogg. Passepartout kom út, sá hann hvar lestarstjórinn og járnbrautavörðurinn átti í áköfum samræðu. Nei, þetta alveg úti lokað. Þú kemst aldrei við brúnna á ánni Gorga. Hún orðið svo hrörlega og hún ber ekki lestina, sagði járnbrautavörðurinn. Passepartout leit á brúnna. Margir af stálvírum þeim sem héldu henni uppi voru slitnir. Þetta voru því engar íkjur hjá brautaverðinum. Hins vegar var Passepartout heldur betur undrandi þegar hann heyrði hvað lestarstjórinn hafði til málanna að leggja. Mér tekst kannski að koma lestinni við brúna ef ég ekin yfir á hámarkshraða. Járnbrautaverðinum hryllti við þessari tillögu. Ertu brjálaður? Brúin getur hvenær sem hrunið. Lestarstjórinn athugaði hjólin. Þeir farþegar sem ekki vilja taka þessa áhættu geta yfirgefið lestina. Passepartout flýtti sér að flytja herra Fogg þessi tíðindi. Mér illa við að taka óþarfa áhættu, sagði herra Fogg og dró upp landabréfið sitt. Þessi brú liggur yfir ána Gorga og áin Gorga rennur í Ganges og eins og þú veist stendur Kalkútta við Ganges. Við höldum því áfram ferð okkar með báti. Leiðin til litla þorpsins lá eftir árbakkanum og hún var síður en svo greiðfær. Jarðvegurinn var grýttur og margir steinanna glerhálir. Skyndilega heyrðu þeir blístrið í eimreiðinni. Lestinni var ekið spölkorn til baka og svo þaut hún áfram eins og þaulaður íþróttamaður og hraðinn jókst stöðugt. Lestin var rétt komin yfir brúna hún hrundi með braki og brestum. Passepartout og herra Fogg fylgdust spenntir með atburðinum. Við gátum ekki vita að þetta tækist, sagði Passepartout. Við vorum kannski einum of varkárir í þetta sinn, sagði herra Fogg. En þú getur rétt ímyndað þér að það eru fleiri hrörlegar brýr eftir á leiðinni til Kalkútta, svo okkur áreiðanlega betra að kaupa bát. Þeir festu kaup á litlum árabát og héldu svo áfram ferð sinni til Kalkútta. Straumurinn í ánni var svo hægur að þeir miðaði lítið áfram, þótt þeir réru af öllum kröftum. Passepartout var rennvotur af svita. Það hefur verið fljótlegra fyrir okkur að synda, stamaði hann. Það kannski rétt hjá þér, sagði herra Fogg. En þú mátt ekki gleyma því að hér eru hættulegir krókódílar á sveimi. Skyndilega varð straumurinn þyngri og þeir gátu lagt frá sér árarnar. Þetta allt annað líf, sagði Passepartout og veifaði glaðlega til Indverja sem stóðu á árbakkanum og baðaði út höndunum. Hvað skildi hann vilja okkur? Spurði herra Fogg. Indverjar eru bara svona vingjarlegir, svaraði Passepartout. Mér virðist að nú frekar eiga eitthvað erindi við okkur, sagði herra Fogg. Huss, hvíslaði Passepartout. Ég heyri eitthvað undarlegt hljóð. Herra Fogg lagði við eyrun. Það engu líkara en þrumuveður sé í aðsígi. Samt sést ekki skínhnoðri á himni. Og litli báturinn barst hratt undan straumnum. Foss! Hrópaði Fogg skelfingu lostinn. Okkur ber að fossi. Indverjinn hefur verið að vara okkur við honum. Ferðalangarnir réru nú af öllum kröftum í átt að árbakkanum. En straumurinn var svo miklu sterkari og þá bar hratt í áttina að fossinum. Við lifum þetta aldrei af, hrópaði Fogg og leit í kringum sig. Stökkt upp á þennan klett, Passepartout. Báturinn snerist í hring og hvarf svo í iðuna. Það mátti ekki tæpara standa, andvarpaði Passepartout. En hvernig náum við árbakkan, sagði herra Fogg áhyggjufullur. Lít á Indverjan, hrópaði Passepartout. Mér sýnist að vilja hjálpa okkur.
Indverjinn batt reipi trjából á árbakkanum. Svo batt hann endan utan stein og fleygði honum í áttina að klettinum. Og þannig tókst ferðalöngunum að komast yfir að árbakkanum. Phileas Fogg og Passepartout þökkuðu Indverjanum kærlega fyrir. Hann brosti vingjarnlega til þeirra og hvarf svo inn í frumskóginn. Herra Fogg athugaði áttavitann sinn og benti svo í austur. Kalkútta hlýtur að vera eitthvað stað þarna og höldum nú af stað. Þeir Phileas Fogg og Passepartout þræddu síðan árbakkan í áttina að Kalkútta. Passepartout var örmagna af þreytu. Getum við ekki tekið okkur örlitla hvíld? Spurði hann, og herra Fogg samþykkti. Þeir leituðu hvíldar í skugganum og sér til mikillar undrunar rákust. Kannski getum við hjálpað henni, sagði Fogg og spurði gömlu konuna hvað amaði að. Hún leit hræðslulega á aðkomumennina. Eru þið vinir fustans af bóndekund? Spurði hún. Ég hef aldrei heyrt hans getið, sagði herra Fogg. Við komum frá Englandi og ætlum okkur að ferðast umhverfis jörðina. Konan horfði biðjandi á herra Fogg. Þið einir getið bjargað dóttur minni, sagði hún. Gerið það fyrir mig að hjálpa henni. Og auðvitað vildu ferðalangarnir hjálpa gömlu konunni. Hún sagði þeim að fustin af bóndekund væri hrokafullur harðstjóri og nú hélt hann dóttur hennar Áótu fangin í höll sinni og ætlaði að giftast henni næsta dag. Dóttir mín lítur aldrei framar glaðan dag ef hún giftist gamla þorparanum, sagði hún grátandi. Þið verðið að bjarga henni og koma henni úr landi. Fogg og Passepartout litu hvor á annan. Þeir vildu báðir leggja allt í sölurnar til að bjarga Áótu. Hvenær fær óþokkinn sér blund? Spurði herra Fogg. Hann fær sér blund eftir hádegi og sefur þar til sólinni sest og veið þeim sem voga sér ónáðan, sagði gamla konan. En hvorki hún né Passepartout skildu hvað bjó undir spurningu herra Foggs. Við skulum fara í kjólfötin okkar, sagði hann. Varðmaður gætti Áótu í höll fustans. Herra Fogg og Passepartout gengu skartklæddir upp hallartröppurnar. Hvernig eru þið? Spurði vörðurinn og hneigði sig. Við erum enskir klæðskerar, sagði herra Fogg reigingslega. Húsbóndiðinn fustinn af bóndekund bað okkur að sauma kjól á brúði sína samkvæmt nýjustu tísku í Englandi. Opnaðu dyrnar, við höfum mjög lítinn tíma. Vörðurinn flýtti sér að skjóta slánni frá dyrunum. Þar inni sat Áóta döpur í bragði. Fogg hneigði sig kurteisislega fyrir henni. Fylgdu okkur, frú mín góð, við ætlum að sauma á þig þann fegusta kjól sem sést hefur á Indlandi. Áóta hlýddi þeim eins og í draumi. En hún má ekki fara út, sagði vörðurinn. Engin mótmæli, sagði herra Fogg skipandi. Húsbóndiðinn vill að við tökum mál af Áótu í viðurvist hans og þess vegna fórnar hann meira segja síðdegisblundi sínum. Komdu með okkur, ungfrú. Svo snér hann sér aftur að verðinum og skipaði honum að halda áfram að gæta dyrana. Fogg, Passepartout og Áóta flýttu sér út úr hinni óhugnanlegu höll.